Fimmti liður á dagskránni endurskoðun samþykkta hverfisnefndar. Helena Karlsdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrir liggur að samþykkja nýja samþykktir fyrir hverfisnefndir bæjarins. Í upphafi langar mig aðeins að fara yfir forsöguna fyrir því af hverju verið að breyta samþykktunum. En ástæðan er svo að á sameiginlegum fundi stjórnsýslunefndar með hverfisnefndunum síðastliðið vor var ræddur tilverugrundvöllur nefndanna, tilgangur þeirra og tengsli við bæjarkerfið. Einnig var lögð áhersla á mikilvægi þess að fá viðbrögð frá bæjarkerfinu við tillögum og hugmyndum frá nefndunum, en misskilnings virðist hafa gætt meðal nefndanna hvernig erindum ætti að koma á framfæri. Eftir fundin var ákveðið að stjórnsýslunefndin myndi taka málefni til umfjöllunar og niðurstaðan var svo að vinnuhópur var skipaður til að fara yfir samþykktirnar. Í vinnuhópnum áttu sæti 5 einstaklingar, 2 frá stjórnsýslunefnd, Helena Karlsdóttir og Kristín Sigfúsdóttir, og frá hverfisnefndunum var Hrafnhildur Karlsdóttir, Bergljót Þrastadóttir og Erlendur Steinar Friðriksson. Dagný Harðardóttir, starfsmaður bæjarins, deildarstjóri ráðhúss, var starfsmaður hópsins. Og samkvæmt erindisbréfinu var verkefni hópsins að fjalla verkefni og hlutverk nefndanna, fjalla að gera tillögur hvernig samskiptum nefndanna og bæjarkerfisins best fyrir komið og gera tillögur hugsanlega breytingar á samþykktunum. Vinnuhópurinn velti fyrir sér nokkrum spurningum, svo sem hvort að fækka eftir hverfisnefndunum, hvort það ætti að samræma fundargerðir nefndanna, hvort það ætti að setja í samþykktirnar samvinnu, hvort skerpa þurfti á leiðum sem hverfisnefndunar hefði inn í bæjarkerfið og hvort það ætti að bæta við að taka út hlutverk nefndanna. Það voru ekki meigamiklar breytingar gerðar á samþykktunum, heldur var verið meira að skerpa á efnisatriðum hennar. En þó voru nokkra breytingar og helstu breytingarnar voru þær að nefndirnar starfa í umboði íbúðahverfanna og það gert ráð fyrir að það sé hægt að breyta skilgreiningu á hverfi. Þannig að það bæði hægt þá að stækka hverfin eða minnka þau. Hlutverkakaflinn lítið breyttur, þó hafa orðið þær orðalagsbreytingar og breytingar á setningaskipan. En það sem nýtt í hlutverkakaflanum ákvæðum upplýsingasíðu á heimasíðu Akureyrarbæjar. Það er að segja að nefndirnar eru þá komnar með sína síðu og nefndirnar bera þá ábyrgð á þeim upplýsingum sem þar koma fram. Í kosning til nefndana það var ákveðið að halda inni 5 fulltrúum en varafulltrúum var fækkað um 1, þannig að þeir eru þá 2 núna samkvæmt samþykktunum. Og nýmæli að gefnu tilefni að ef stjórn segir öll af sér, þá ber formenn að boða til aukaaðalfundar þar sem kjósa á nýja stjórn. Tengiliðakaflinn fellur allur út en á móti kemur kaflinn þjónustu Akureyrarbæjar við hverfisnefndirnar og hann gerður ítarlegri. Og meðal nýmæla þar að nú búið að fastsetja hver það sem tengiliður við nefndirnar, það þá deildarstjóri ráðhúss. Áður fyrir var skipaði bæjarstjóri starfsmann sem tengilið, en nú það fast hver það Og síðan það varðandi netfangalista, það nýtt líka að nú geta íbúar skráð sig á netfangalista á heimasíðu bæjarins. Komin inn ný kafli samskipti, þá æskilegt að nefndirnar hafi samráð og samvinnu sín á milli og það fast sett að stjórnsýslunefnd fundi með fulltrúum nefndanna árlega þar sem farið yfir störf þeirra, hlutverk og framtíðarsýn. Síðan það sem kannski svona stærsta breytingin í þessu öllu saman, það hvernig nefndirnar koma erindum sínum á framfæri og nú búið að taka af öll tvímæli það að nefndirnar þurfa að koma erindum sínum á framfæri með formlegum hætti og með formlegum hætti þá þá eins og kemur fram í samþykktunum þá bréflega í almennum pósti eða tölvupósti og á móti kemur að þá ber Akureyrarbæjar að svara viðkomandi erindi með sambærilegum hætti. Og að lokum þá vil ég þakka vinnuhópnum fyrir gott og skemmtilegt starf. Eðli málsins samkvæmt þá spunnust oft mjög líflegar umræður og ég legg til að bæjarstjórn samþykkir þessar samþykktir. Erindisbréf hverfisnefnda, Jóhannes Bjarnason tekur til máls.
Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, hverfisnefndirnar eru í grunninn ákaflega góð hugmynd og gott innlegg inn í íbúalýðræði bæjarins. Og ætti vel ætti að vera kjöri vettvangur til þess að auka upplýsingastreymi inn í bæjarkerfið frá notendum okkar þjónustu. Því miður þá hefur það verið þannig langa tíð, alveg frá því að fyrrverandi bæjarstjóri Kristján Þór Júlíusson, þá reyndar í gíslingu Framsóknarflokksins í meirihlutasamstarfi, kom þessu á laggirnar og fór á hvern stoppundin á fætur öðrum, að þegar maður ræði við fulltrúar úr hverfisnefndunum þá viðvarandi kvartanir yfir því að erindi nefndana annarkvort týnist eða sé ekki sinnt. Síðast í gær þegar ég vissi að þetta var til umræða núna, þá hafði ég samband við aðila úr tveimur nefndum og þeir töluðu það báðir að erindi sem hefur verið sendt fyrir einhverjum tímum inn á ákveðnar deildir, það hefði ekki borið svar og þetta virtist bara vera komið undir stól eða jafnvel eitthvað þannig að vera. Og þetta því miður þá hefur þetta verið svolítið viðloðandi þessar nefndir og maður heyrir það til dæmis þegar þessir fulltrúar koma í viðtalstíma bæjarfulltrúa, þeir kvarta mitt yfir því að eitthvað sem þeir hefðu komið á framfæri fyrir þetta löngu síðan, að það virðist bara ekki hafa, eða þá upplýsingum hefur ekki tekist að koma þeim tilbaka til nefndana og vonandi verða þessar nýju reglur til þess, eða nýja uppsetning að það skerpist á þessu, því að það mjög nauðsynlegt að viðhalda þessu fyrirkomulega á nefndum og helst að skerpa á þeim til að fá betri vinnu og meiri til þess að við getum svo notfært okkur í okkar ákvörðunartöku. Áður kannski lengra verið haldið með tvær spurningar sem ég vil beina til bæjarfulltrúa Helenu í þessu sambandi. Nú komið á laggirnar svokölluð skólaráð við grunnskólana sem eru nefndir skipaðar kennurum, foreldrum og stjórnendum sem koma til með að fjalla málefni grunnskólana út í hverfunum. Mjög stór þáttur í starfi hverfisnefndana hefur verið hluti skólana út í hverfunum. Það að segja umferðar öryggismáli í kringum skóla, skólalóðir og svo framvegis. Og ég hefði viljað vita hvort að skörun þessara hópa eða nefnda hafi eitthvað komið inn á borð hjá þessum vinnuhóp sem var að fjalla starfsvið hverfisnefndana. Mér finnst mjög líklegt að erindi þessara hópa munu skarast og þá aftur komin svo spurning hvort þeir þurfi ekki að fara að hittast með einhverja mánaða millibili og bera saman sína bækur og stilla saman strengi. Þetta þarf svona að fara yfir. Og síðan kannski annað sem tengist hverfisnefndunum, að nú þetta auðvitað svona grasrótar starf, þetta náttúrulega bara hinn almenni bæjarbúi sem tekur sæti og ég vil fá að kannski heyra hvort það eitthvað komið til umræðu í hópnum að greiða fyrir þessi störf og hvort það sé ekki örugglega rétt skilið hjá mér að það ekkert greitt í dag fyrir þessi störf í neinni af þessum nefndum sem á vegum bæjarins En heilt yfir séð þá sýnist mér þessar breytingar sem hér eru nefndar vera til hins góða og vera til þess fallnar að auka aftur kannski trúnað á milli þessara nefnda og kerfisins hjá okkur, því að því miður, og það ekkert einskorðað við núna síðustu mánuði eða misseri, því miður þá hefur þetta verið þannig að það hefur verið svona heldur slælegt samband þarna á milli og oftar en ekki heyrir maður í fólki sem hafði tekið sæti í hverfisnefnd en ekki sé tilgangin í því vegna þess að það hafi lítið verið gert með þá vinnu sem það fór fram. Vonandi breytist þetta með þessu og verður til þess að fólk fær meiri tiltrú á þessu. Sigrún Stefánsdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú að fagna því að það sé búið að endurskoða samþykkt fyrir hverfisnefndir Akureyrarbæjar. Ég tek svo sem undir orð Jóhannesar, bæjarfulltrúa Jóhannesar að samstarfi á milli hverfisnefnda og Akureyrarbæjar hefur oft verið brokkengt
en það nú mín tilfinning að vægi hverfisnefnda og starf þeirra hafi farið vaxandi jafnt og þétt og minnst hverfisnefndir mjög mikilvægar og mjög ánægð með að þær séu til staðar og ég vona það að þessi samþykkt og að það sé búið að skerpa á þeim samskiptarþáttum á milli hverfisnefndana og Akureyrarbæjar muni verða til bóta og auðvelda hverfisnefndunum vinnu sína og koma sínum sjónarmiðum á framfæri því að ég tel það mjög mikilvægt að þær starfi séu virkar í öllum hverfum og líka ekki einvörðungu til þess að koma ábendingum á framfæri heldur líka til þess að auka samkennd íbúanna í hverfunum og taki sér saman og geri, ég sá nú reyndar fyrir skemmstu að vera að auglýsa þorrablót í einu hverfi hérna í bænum sameiginlegt og mér fannst það mjög ánægilegt því að ég held að sé að þetta halda fjölskylduhátíður og það hafa verið haldnar fjölskylduhátíður á sumrin og eitt og annað og ég held að það sé bara til góða að bæta samkennd íbúan í hverfunum en líka það mjög gott fyrir okkur og hérna kerfið allt að fá greinargóðar upplýsingar, fá ábendingar á það sem betur má fara og það mín trú og von að þessi hérna endurskoðun á samþykktunum munu bæta samskipt okkar og verði til góðs til framtíðar. Bæjarstjóri tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil nú byrja því að þakka þeim sem tóku þátt í þessari vinnu fyrir hönd stjórnsýslunefndar og fulltrúum hverfisnefndarinnar fyrir þetta framlag að leggja þetta, að endurskoða þetta og skoða þetta frá grunni. Ég held að næsta vers í þessu einmitt að meta þetta aftur þegar reynsla komin af skólaráðum sem bæjarfulltrúi Jóhannes Bjarnason minntist á hér áðan. Því að ég held að það verði mjög erfitt að manna 2 nefndir sem eru skipaðar svona íbúar nefndir. Þannig að ég held í framtíðinni að það verði þessar nefndir 2 sameinaðar og fari bæði með hagsmuni skólans og hagsmuni hverfisins. Ég held að það sé í raun eðlilegt þróunar eðlilegt í átti þróunar á þessu starfi, þessu íbúalýðræði starfi. Ég velti líka fyrir mér, við erum hérna með 7 hverfisnefndir fyrir 17.500 íbúa. Akureyri minna hverfi heldur en Grafarvogur. Þar 1 hverfisnefnd. Og ég hefði búist við því að svo umræða kæmi upp það að fækka þessu nefndum og stækka þær. Þær eru kannski svolítið bundnar í sín hverfi og það getur vel verið að þetta hafi verið rætt í hópnum og niðurstaðan hafi verið að halda en einmitt óbreyttum og miðað þá við skólahverfi sem er svona hjarta hverfis. Nefndirnar eru með mjög ólík hlutverk. Oddeyrarnefndin í þessu gamalgróna hverfi og síðan Naustahverfisnefndin í nýjasta hluta bæjarins sem er hverfi náttúrulega sem er, má segja, í sárum eins og staðan er í dag, í uppbyggingu og allt önnur vandamál þar heldur en í síðuhverfi eða Oddeyrarhverfi. Þannig að nefndirnar eru mjög ólíkar að gerða uppruna og þeirra tilgangi. Mér finnst þess að mikilvægt að þessar nefndir rói í sömu átt og við, að þetta sé ekki til þess gert að fara í einhverja baráttu við bæinn. Við verðum öll einfaldlega í svona samfélagi eins og Akureyri er að setja okkur sameiginleg markmið og róa í sömu átt. Og það hefur verið markvisst unnið að því undanfarin ár að bæta samskiptin við hverfisnefndir. Það hefur verið sameiginlegu fundur með stjórnsýslunefnd á vormánuðum núna undanfarin 2 ár sem hefur verið mjög góður. Á síðasta fundi fengum við til okkar Gunnar Helga Kristinsson sem er að leiða rannsókn á þróun íbúalýðræðis í sveitarfélögum á Íslandi. Gagngert þess að fara yfir þessi mál, yfir samskiptin, yfir tilgang hverfisnefnda. Af hverju væri verið að setja þetta af stað, í hvaða umboði þær starfa. Eða þeir eru kjörnar á fundi sem eru kannski 20 manns af 1200 íbúum, í hvers umboði þær starfa og hvaða vald hafa þeir. Og ég held að sé mjög þarft að taka þá umræðu, hvaða vald hafa þeir til þess að álykta einstök mál, til þess að herja á einstök mál, eru það virkilega að tala í nafni allra íbúa hverfisins. Og hvað segir hinn þögli meirihluti sem að tjáu sig ekki einstök mál. Þannig að þetta eru atriði sem að þarf að vera alltaf vakandi yfir að mínum mati. Ég nefni sem dæmi mál sem er núna í fundargerð skipulagsnefndar sem er lögðu fram til kynningar á fundinum. Það óskum leiksvæði við Búðasíðu
að gera það að leiksvæði, grænt svæði, að breyta því í leiksvæði. Og þetta er ósk sem að íbúar setti fram árið 2006 með undirskriftarlista með 23 nöfnum, sendi inn til framkvæmdaráðs. Síðan var gert deiliskipulag á þessu svæði og lagt fram í skipulagsnefnd til auglýsingar hér í bæjarstjórn núna í haust. Og þá barst annar listi sem að mótmælti þessu leiksvæði frá sömu íbúum og höfðu farið fram á þetta. Og gott að blessa skipulagsnefnd virti þau mótmæli og er búin að falla frá þessu deiliskipulagi eftir þessu auglýsingu. Og þá spyr maður, er þetta ekki mál sem á að fara til hverfisnefndarinnar og ná einingu í þessu hverfi, þessu ágæta síðu hverfi, áður en þið komið inn í kostnaðarsama deiliskipulagsgerð, því ekki er það vilji okkar að vera að setja inn einhver leiksvæði sem að engin áhugi er fyrir. Og þetta er mál sem að kannski við hefum átt að sjá strax 2006, að þetta er mál sem við hefum átt að vísa henni beint til hverfisnefndarinnar áður en að fara nokkuð að gera hér inni. Og þannig kannski má líka Ráðhúsið og við nýta þennan kanal betur heldur við höfum gert og það er það sem við höfum ásett okkur að gera. Jóhannes myndist á óánægju nefndum með samskipti við Akureyrarbæ og meðal annars erindi sem ekki hefur verið svarað. Það hefur verið lögð áhersla á það að erindi frá hverfisnefndu séu með formlegum hætti. Fundargerðir nefndanna eru teknar fyrir stjórnsýslunefnd einu sinni í mánuði og farið þar yfir atriði sem að þær hafa fært til bókar og hvort ástæða sér til að bærinn bregðist einhvern hátt við. En engu að síður til þess að all jafnræðis sé gætt er nauðsynlegt að það sendi inn formleg erindi. Framkvæmdaráð kallaði eftir í haust við gerð fjárhagsáætlunar og framkvæmdaáætlunar eftir hugmyndum hverfisnefnda úrbótum í hverfum og það er væntanlega það erindi sem er verið að vísa til að hafa ekki verið svarað. Því þarna var fyrst og fremst að vera ósk eftir hugmyndalista nefndanna það sem betur mætti fara, hvað varðar umferðarmál eða umhverfismál eða annað slíkt. Og það mun síðan sjá merki væntanlega í framkvæmda og viðhaldsáætlun framkvæmdaráðs og vera svarað á þann hátt. En ég legg áherslu á það að við erum að reyna að bæta þetta og ég held að við verðum öll bara að sammælast það, fólk í hverfisnefndum og bæjarfulltrúar að taka þátt í því af heilum hug. Og við munum halda sameiginlega fund með nefndunum núna í vor, vantarlega í maí með stjórnsýslunefnd, þar sem við erum farið yfir þessar nýju samþykktir og þá álit almenna nefndamanna á þeim. En ég held að þetta sé allt til bóta og þetta tilraunaverkefni sem sett af stað fyrir 5 árum er eðlilegt að sé verkefni áfram í þróun og í mótun og næsta verkefni okkar í þessu er að þá endurskoða jafnframt samþykktina fyrir hverfisráðið í Hrísey sem var verkefni til 3 ára og lýkur núna í ár. Baldvin Á Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, þessi endurskoðun á hverfisnefndunum er hið besta mál og mér finnst nú bara hreinlega að starfsemi hverfisnefnda sé bara stórt skref í lýðræðisátt fyrir íbúa hvers bæjarfélags og ef okkur tekst að virkja íbúana í hverfunum til almennar þáttöku í svona félagsskap og munum reyna náttúrulega að efla starfsemi þeirra, þá verður ábyggilega umhyggja okkar fyrir umhverfinu og bænum okkar í heild skilvirkari og bæjarbúar geta þá beitt sér fyrir þeim endurbótum sem þeim finnst að betur mætti fara í, svo sem í umhverfi og skólum, strætisvagnaleiðum og fegurðum gatna og annað slíkt og komið þessu á framfæri og einnig gæti ég trúað að ef við gætum elt starfsemi hverfisnefndana þá væri kannski ágætt að þessar nefndir myndu hitta bæjarstjórann 2 ári þannig að bæjarstjórinn eða formaður bæjar kannski myndu fá þá bara persónulega tengingu við þessar nefndir og það álit og hugmyndir sem
bæjarbúar hafa og einnig til að leiðrétta misskilning og rangfærslu sem geta orðið til og grassera. Og ég tek undir það sem bæjarstjóri sagði að fækka kannski nefndunum og efla þær þá í leiðinu og gera þær ennþá skilvirkari í starfsemi sinni. Takk. Kristín Sigfúsdóttir tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það var afar skemmtilegt að vera í þessum vinnuhópi og fara í þessa endurskoðun á starfsemi hverfanefnda. Og það er alveg rétt. Þetta auðvitað ennþá tilrauna verkefni í sjálfu sér, þetta svona í mótun. Ég tek alveg undir það. Ég hefði alveg getið hugsað mér að sjá 2 til 3 ár hverfisnefndir og það kannski heitið þá eitthvað annað en hverfisnefndir. En það einhver flutur á þessu starfi að almenningur komi að upplýsingamiðlun og þáttöku og þetta tengt staðdagskrá 21, það þáttöku almennings og það grassrótar hugmyndir sem spruttu eða komu upp í sambandi við vistvændi verki til dæmis og þetta auðvitað ekki það nýtt að nálinni, það alveg frá því bara frá landnámi auðvitað verið vissir hópar sem hafa tekið sér til og rætt alltaf málefni líðandi stundar. En við þurfum að hafa eitthvað form á þessu. Og til dæmis þetta GAP eða Global Action Plan eða vistvændi verki krefst þess einmitt að allstað þessi staðdagskrá 20 staðdagskrá 21 og verið að vinna eftir henni og til þess að ná einhverjum árangur í sjálfbæri þróun. Þá þarf að vera form á því hvernig almenningur kemur að þáttöku. Og ég held að það sé mjög athyglisvert að skoða hvort að það eru skólaráð og hverfaráð hvort þau vinna saman eða hvort það væri steypt saman síðar meir. Af því að skólarnir svo mikill nafli í þessu. Bæði þetta vendipunktur á hverjum stað og maður getur að hæglega séð það að það væri eitthvað hverfisráð eða skólaráð sem næði íbúaráð eða hvað við köllum það. En mér finnst líka alveg nauðsynlegt að það verði formlega tekið á því hvernig þið koma að eins og ef við höldum íbúaþing og lýðræðisdaga og annað slíkt. Ég vona bara satt að segja að það sé búið að taka algjörlega fyrir þann leka að það sé ekki svarað erindum sem koma og það líka skýrt að nú þurfa erindin að koma formlega. Það ekki nóg að hringja bara í starfsmann á hlaupum og hella sér yfir hann út af einhverju málefni og það sé svo gert að stórmáli að því sé ekki svarað. Ég ekki að búa til eitthvað dæmi en ég að segja að við verðum að hafa þessa leiðir. Það verða bara að vera formlegar. Ef þetta erindi þá kemur það inn með formlegum hætti og verður svarað á þann hátt. En í sambandi við hvort það eru launaðar þá var þetta svona aðeins rætt og fyllt farið það hvernig réttindi og skyldur og hvernig það gæti haft áhrif á það eða hvernig við ætti að fara að því að meta þá störfin og hvaða skyldustörf ætti að setja til nefndanna. En það eina nefndin sem launuð, það hverfisráðið í Hrísey sem hefur eitthvað má segja hafi vega meira hlutverk en hverfisnefndirnar hér. Og það auðvitað líka auðvitað líka í undir smásjóni eða það að segja að það tilrána starfsemi en það svo margt sem að hverfisnefndir geta tekið sér fyrir hendur og virkjað íbúana ef að áhugi fyrir hendi. Það hægt að hafa grillkeppni og snjókallakeppni og allt mögulegt skemmtilegt og þorrablót og hvað sem og hafa alltaf vakandi auga fyrir því sem í hverfinu og þarf að laga og senda skilaboð og gera það þannig að það sé alltaf góð tengsl, ekki þannig að maður þurfa að verða alveg ægilega reiður og allt þurfa að verða ómögulegt til sem að koma einhvern skilaboðum á framfæri. Þetta þarf að vera ég tek svo undir það með Sigrúnu Björk bæjarstjóra, þetta á að vera á jákvæðu nótunum og það þarf að koma þetta upplýsingastreymi þarf að vera sem sé opið og ég álít bara hverfanefndir eða íbúanefndir það séu mjög fær leið til þess og ég vænti bara góðs að því. Takk fyrir. Elín Margrét Hallgrímsdóttir tekur til máls.
Forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég get nú alveg tekið undir það að þessar hverfisnefndir eru hið þarfasta þing, en jafnframt ég sammála því, ég tel að sé á margar. Ég myndi halda að væri nóg að það væri 3, Brekkan, Þorpið, Innbærinn og Eyrinn saman. Það mitt mat og þá, en reyndar eins og sést hér á þessu yfirliti, þá talað hér mikið næsta umhverfi og jafnvel skólahverfi og eitthvað slíkt. En ég tel alls ekki að ég blanda þessu sama við skólaráðin. Ég meina við höfum foreldraráð í skólum og allt slíkt og samstarf á milli ýmissa ráða og nefnda besta mál. En skólaráðið bara allt annað. Það ætlað að vera ráðgjafandi fyrir skólana og þar á að koma aðili frá skólahverfinu, en það einnig nemendur og kennarar og fleiri. Þannig að ég tel að það hafi allt annað hlutverk, en tengsl á milli allar þess aðili hið besta mál. En þetta kannski ekkit langur tíma og tekur tíma að þróa þetta, en íbúalýðræðið á árðanlega eftir að aukast og ég held að þetta sé allt saman bara mjög jákvætt og að gefa þessu bara svolítinn tíma í að þróast. Takk fyrir. Helena Karlsdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það rétt að á fundi vinnuhópsins var mikið rætt það að erindum væri ekki sinnt, ekki svarað, og þetta var rauninni, einn af þessum stóru þáttum sem að fulltrúar nefndana töldu að þyrfti að taka á. En það von okkar allavega með þessari nýju samþykkt að úr rætist. Bæjarfulltrúi Jóhannes spurði út í skólaráðin hvort að þessi skörun hefði komið til tals. Hún var ekki rædd, en ég sé svo sem ekki ástæðu til þess að þessi nefndirnar og síðan þessi skólaráð geti ekki átt einhvers konar samráð. Það var líka spurt fyrir greiðslu fyrir setu í nefndunum og bæjarfulltrúi Kristín kom hérna inn á þær áðan. En þetta var rætt á fyrstu fundum, en þetta var ekkert mjög stórt mál í hugum þeirra hverfisnefnda fulltrúa. Þannig að þetta kom ekki til tals við lokadrög samþykktanna, þannig að það var miklu meira frekar það að það voru samskipti sem þið töldu þurft að laga. Varandi fækkun nefndana eða stækkun þeirra, þetta var líka töluvert rætt, en fulltrúanefndana töldu akkúrat á þessum tímapunkti það væri ekki æskilegt að fækka þeim. Þau fóru með þessa spurningu ásamt mun fleiri spurningum út í nefndirnar. Það voru samráð, meðan að vinnuhópurinn starfaði þá var samráð nefndana það sem að vinnuhópurinn var að gera. Þannig að nefndirnar áttu að vera upplýstar það að hverju vinnuhópurinn var að vinna. Og niðurstaða þessara fulltrúa var í rauninni í samráði við fulltrúa annarra nefnda. En ég vona bara að þessi samþykkt og þau atriði sem þar eru skapi sátt. Ég tel að það hefur verið unnið mjög faglega og fulltrúar nefndana unnið mjög faglega að þessu og ég bara vona að samskipti bæjarins og nefndana megi vera betri núna. Jóhannes Bjarnason tekur til máls. Forseti, góði bæjarfulltrúar, það kannski tvennt svona sem ég vil taka úr þessar umræðu sem komið reyndar kannski þriðja atriði, ég reyndar ekki sammála bæjarfulltrúa Elínu með það að þessi 2 ráð eða nefndir kom ekki til með að skarast með umfjöllun á málum. Ég held að það sé misskilningur af hálfu bæjarfulltrúa Elínar. Ég held að eins og verið hefur í hverfisnefndunum hingað til, þá hafa skólarnir og nánasta umhverfi verið stór hluti af viðfangsefnum. Skólaráðið mun hafa það sem verkefni líka og það segir eiginlega bara sjálft að þetta mun einhver leyti skarast. Það þarf ekki að vera slæmt, alls ekki. Þessir aðilar þurfa bara helst að funda þá og bera saman sína bækur ef út í það fer að þarna séum einhvers konar skörun að ræða sem ég nokkuð viss að verði. Ég ekki sammála því sem hér hefur komið fram hjá nokkrum bæjarfulltrúum að það fækka nefndunum. Alls ekki. Og
svona þær hugmyndir sem hér hafa komið held ég að muni ganga af þessum nefndum bara endalega dauðum. Ef að fólk finnur sig ekki í samsvörun í sínu allra nánasta umhverfi og umfjöllun þessara nefnda, þá fer það ekkit inn í þetta starf, mín skoðun. Og þetta snýst nánasta umhverfi fólks inn í hverfunum. Ef við ætlum að fara að taka þriðjunginn af bænum undir í hverju nefnd, þá held ég að það myndi breytast mjög áherslunar í þessu batteri. Ég held að þetta eigi að vera með líku formið og núna, með þeim áhersluatriðum sem hér eru nefnd í breytingum og reyna að efla hverja nefnd fyrir sig inn í sínu hverfi. Það mun skila okkur miklu nákvæmari upplýsingum og miklu haldbetri og upplýsingum sem auðveldar að nota, held ég. Og þar af leiðandi, eins og ég segi, tel ég að það eigi ekki að fækka þessum nefndum mikið. Nú bæjarfulltrúi Kristín nefndi það hér í sínu máli að hverfisnefndin í Hrísey var í laununefnd en aðra nefndir ekki. Nú vil ég gjarnan fá útlistun á því hvert á hvaða leyti verksvið þeirra nefndar það mikið frábrugðið öðrum hverfisnefndum, hver hugsun á bakvið þá nefnd, af hverju hún öðruvísi og hvernig, og hvers vegna þá verið að greiða þeirri nefnd laun en ekki öðrum. Nú hefði ég haldið að svona grunnurinn að starfsemi þessara hópa, hvort sem þeir eru út í Hrísey eða út í Síðuhverfi, sé nú eiginlega nokkurn veginn svo sami. Það er að segja að koma með tillögu til úrbóta og þessi rammi sem að hér var tilgreindur áðan, hann tók ekkert sérstaklega til Hríseyjar á einn eða annan hátt. Og án þess að hafa kannski velt þessu fyrir mig lengi, þá svona fyrstu sýn, þá finnst mér nú svolítið sérstakt að það skuli vera greidd laun í einni nefndin en ekki hinnum. Þó svo eflaust megi og einhvern nátt finna einhverja sérstöðu með starfinu út í eyju, þá þetta nú samt sem áður miklu fleira sem segir mann að þetta ætti annarkvort að vera eitt ætti yfir alla ganga. En ég vildi gjarnan fá skýringar á því hvaða rök lágu til grundvallar þeirri ákvörðun að greiða fyrir þessi störf í eyjunni en ekki í hverfisnefndunum hér inn í bæ. Bæjarstjóri tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, rétt að bregðast við fyrirspurn bæjarfulltrúa Jóhannesar. Eins og ég gat áðan, þá var hverfisráðið í Hrísey stofnað fyrir 3 árum síðan nei, það er lengra síðan, það 5 ár síðan. Síðasti kjörtímabili eftir 2004 kusum við þetta. Þá var það samráðsnefnd sem var rekin í 2 ár og eftir það var hverfisráðið stofnað. Þetta var í lok síðasta kjörtímabils sem þetta hverfisráðið stofnað. Samráðsnefndin var laununefnd og það var talið að verkefni hverfisráðsins í Hrísey væri þess eðlis að það ætti að greiða fyrir þessi verkefni. Eins og við gátum áðan, þá býður okkur endurskoðun á þeirri samþykkt og það raun okkar næsta verk. Út í Hrísey hafa verið haldnir borgarafundir árlega og þau verkefni sem að ráðið hefur með höndum með töluvert annars eðlis heldur en hverfisnefndirnar hér á Akureyri. Þar hefur verið að fjalla atvinnutækifæri og meira áhersla, mun meira áhersla lögð á þau mál heldur en þau málefni sem hér í samþykktum hverfisnefndir. En eins og ég segi, það býður okkar að skoða þetta. Það alveg rétt með gagnrýni á það að það gildi aðrar reglur Hríseyjarnefndina heldur en ekki og við tókum töluverða umræðu það þegar þessi hverfisráð voru sett á laggirnar í Hrísey og það sjálfsagt að fara að taka eitt skrens á því nú á næstunni. En ég allavega upplifi starfsemi hverfisráðsins í Hrísey töluvert með öðrum hætti heldur en starfsemi hverfisnefndanna. Það eru töluvert önnur mál sem þar koma fyrir. Þannig að það ástæðan. Orðið laust 5-talið. Það ekki fleiri sem hafa hvatt sér hljóðs og við göngum til afgreiðslu og ég leyfi mér að bera hér upp erindisbréf
eða endurskoða samþykkt hverfisnefndir á Akureyri upp til afgreiðslu og bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja það gefa merki. Takk fyrir samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.